ágætir ráðherra og aðrir góðir fundargestir. Lestin brunar, hraðar eins og Þóra nefndi, og lestin sannarlega farin á stað þegar kemur að þróun raforkumarkaðar á Íslandi. Við erum að sjá stærstu breytingar á raforkumarkaði í 20 ár. En á slíkri vegferð mjög mikilvægt að vita hvert förinni heitið. Fólk hefur kannski helst tekið eftir raforkumörkuðum vegna fréttaflutnings verðhækkanir síðasta vetur. Það þykir nefnilega almennt ekki mjög fréttnæmt þegar framboð á markaði nægilegt og verð lækka eins og á þessu ári. Og verðhækkanir á mörkuðum eru oft merki að raforku öryggi sé ógnað. Þetta bæði við hér á Íslandi og erlendis. En þetta hugtak raforku öryggi sem oft hluti af umræðum raforkumál, það kann að vera örlítið óljóst. Raforku öryggi þýðir bara að notendur hafi aðgang að raforku á viðráðanlegu verði. Og Íslandi hefur staðið okkur mjög vel í uppfylla þetta. Til ársins 2003 bar Landsvirkjun lagalega ábyrgð á að tryggja að næg raforka væri til staðar á Íslandi. Og Landsvirkjun gerði það í grunninn með 2 leiðum. Annars vegar með forgangsröðun í raforkusölu, þar sem að heimilum og fyrirtækjum öðrum en stórnotendum, svokölluðum almennum notendum, var forgangsraðað í raforkusölu. Og ekki voru gerðar nýjar skuldbindingar við stórnotendur ef það gæti komið niður á afhendingu til almennra notenda. Hins vegar með því að skerða afhendingu til stórnotenda með þar til gerða samninga ef veðurfar og innrennsli var einstaklega óhagstætt. Með breytingu á lögum 2003 var þessi lagalega skylda Landsvirkjunar afnumin. En eðli kerfisins breyttist ekki við það að breyta lögum. Og raforkuöryggi hefur áfram verið tryggt með sama hætti. Þráttur að Landsvirkjun hafi ekki borið lagalega skyldu til þess, hefur fyrirtæki forgangsraðað almennum notendum fram yfir aðra. Og ábyrgðarmenn annarra raforkuframleiðenda hafa talað með sama hætti, mikilvægi þess að tryggja framboð fyrir almenna notendur. Þetta hefur skilað mjög farsælli niðurstöðu, líkt og ráðherra hefur nefnt orku kaupmáttur hvergi meira en á Íslandi, verð hafa verið stöðug og afhending trygg, og stórnotendur hafa getað keppt á alþjóða vettvangi með hjálp langtímasamninga sem veita þeim fyrirsjáanleika í sínum rekstri. Og forsenda þess að við höfum getað tryggt raforkuöryggi með þessum hætti á Íslandi að íslenski raforkumarkaðurinn tvískiptur. Við erum með annars vegar almennan hluta og hins vegar stórnotendar hluta. Þetta gerir okkur kleift að forgangsraða öðrum hlutanum og skerða hinn ef á þarf að halda. Við erum með ólíka hópa, með ólíkar þarfir, meira sem með ólíkan gjaldmiðil innan sama raforkukerfisins. En okkur hefur tekist mjög vel að uppfylla þarfir beggja aðila. Á innlendum markaði erum við með samkeppni bæði í heildsölu og smásölu og við höfum tekið þátt í alþjóðlegri samkeppni á stórnotendamarkaði. En eins og ég nefndi, þá ekkert í lögunum í dag sem skyldar raforkuframleiðendur til að haga sig með þeim hætti að það tryggir raforkuöryggi. Og því hafa stjórnvöld unnið að því undanfarin ár að breyta lögunum og skilgreina aðgerðir til að efla raforkuöryggi á Íslandi. Og í sinni vinnu þá hafa stjórnvöld fyrst og fremst hugað að raforkuöryggi heimila en ekki að tryggja allt kerfið. Og ýmsar aðgerðir hafa verið skoðaðar sem mögulegar. Má það kannski helst nefna reglur sem skylda framleiðendur að selja ákveðið magn til heimila og fyrirtækja, svokölluð framboðsskylda, sem þá í grunninn bara lagaleg skylda til að forgangsraða almennum notendum fram yfir aðra. Einnig má nefna svokallaða notkunarsvörun, þar sem að stórnotendur draga tímabundið úr álagi og orkan seld almennum notendum í staðinn, sem þá í rauninni bara það skerðingafyrirkomulag sem við þekkjum. Þessar aðgerðir og aðrar beinar aðgerðir til að bæta raforkuöryggi heimila fela óhjákvæmilega í sér aðgreining á markaði. Ef við ætlum að meta almenna notendur og raforkuöryggi þeirra og fara í beinar aðgerðir fyrir raforkuöryggi almenna notenda, þá verðum við að geta skilgreint þann hóp sem við ætlum að vernda. Ef raforkumarkaðurinn alfarið án aðgreiningar, þá engin leið að meta raforkuöryggi almenna notenda sérstaklega og allar aðgerðir sem farið í hafa áhrif á allan markaði. Í slíku umhverfi engin leið að tryggja að verð og verðsveiflur séu frábrugðnar milli almennra notenda og stórnotenda eins og stjórnvöld hafa lýst yfir að sé markmið. Það óvíst hversu hagfellt slíkt fyrirkomulag væri til lengri tíma, bæði fyrir raforkuöryggi almennings en einnig fyrir samkeppnishæfni stórnotenda.
Landsvirkjun hefur haft mjög skýra forgangsröðun í raforkusölu og Landsvirkjun hefur hagað raforkusölu í takti við þau markmið sem lögð voru til grundvallar við stofnun fyrirtækisins. Markmið að hámarka velferð samfélagsins til lengri tíma, frekar en elta skammtíma gróðu. Verð á almennum markaði endurspeglar kostnað og stöðu raforkukerfisins. Greiðsluvilji heimila fyrir raforku gríðarlega hár. Raforka algjör nauðsyn í nútíma samfélagi. Við getum ekki án hennar verið og það engin vara sem getur komið í stað raforkunar. Það hefur ekki verið stefna Landsvirkjunar að hækka raforkuverð til heimila, einfaldlega því að heimilin væru tilbúin að greiða hærra raforkuverð. Á stórnotendamarkaði erum við í alþjóðlegri samkeppni og ef við getum ekki boðið samkeppnishæf kjör, þá fara stórnotendur annað. Greiðslugeta þeirra takmörkuð, en markmið Landsvirkjunar hefur verið að hámarka raforkuverð, að teknu tilliti til greiðslugetu stórnotenda og að teknu tilliti til stöðu Íslands í alþjóðasamkeppni. Þannig tryggjum við verðmætasköpun til lengri tíma ásamt því að hámarka nýtingu auðlinda. Og stóra spurningin sem við stöndum fram fyrir núna þetta mögulegt áfram miðað við þróun á raforkumarkaði? Landsvirkjun heimilt að selja heimilum raforku ef verkefni í rafmyntagrefti tilbúið að borga hærra verð fyrir orkuna? Má Landsvirkjun halda fara vatni í sínum lónum til að selja heimilum orkuna síðar í vetur ef annar aðili óskar eftir að fá að kaupa orkuna í dag? Verður raforkumarkaður framtíðarinnar þannig að áfram á forgangsraða almennum notendum eða munu almennir notendur og stórnotendur keppa raforkuna? Því lestin farin af stað. Raforkumarkaðurinn að þróast og íslenski raforkumarkaðurinn þarf að þróast, samhliða tækniframförum og þróun samfélagsins. Við viljum raforkumarkað sem styður virka notendur, sem selja orku aftur inn á kerfið. Við viljum raforkumarkað sem styður sveigjanlega raforkuframleiðslu og rafhlöðutækni. Vandamálin verða ef lög og reglur fylgja ekki þróun raforkumarkaðar og við vitum ekki hvert förin heitið. Og stóru spurningunum enn ósvarað. Fyrir hvern raforkumarkaður og hver tekur þátt að raforkumarkaði og á hvaða forsendum? Af því að Landsvirkjun 60 ára í ár, þá mjög forvitnilegt að líta tilbaka á hvernig fólk horfði á þróun raforkukerfisins við stofnun Landsvirkjunar. Það voru ekki allir sammála allar ákvarðanir sem voru teknar, en það var samt almenn pólitísk og samfélagsleg sátt hvernig raforkukerfi við vildum byggja upp. Þetta kemur skýrt fram bæði bara í fréttaflutningi á þeim tíma, umræðum á Alþingi, ævisögu Jóhannesar Nordal, fyrsta stjórnarformanns Landsvirkjunar, líka bara í lögum Landsvirkjun. Í dag ekki hægt að segja það sama þróun raforkumarkaðar. Eftirlitsaðilar og mikilvægar stofnanir raforkukerfisins tala á einn veg, að meðan að markmið, vinna og yfirlýsingar stjórnvalda á allt annan veg. Sum segja að hér eigi að vera einn raforkumarkaður, þar sem allir keppa, önnur segja að áfram eigi að vera tvískiptur markaður og að heimilin eigi að vera í forgangi. Hingað til hefur raforkumarkaðurinn verið tvískiptur. Niðurstaðan hefur verið mjög farsæl. Við teljum rétt að þróa raforkumarkaðinn áfram á þeim grunni. En mikilvægast þó að stjórnvöld tali skýrt og tryggi að stofnanir samfélagsins vinni í samræmi við stefnu stjórnvalda eða þá að stjórnvöld breyti sinni stefnu og fylgi stofnunum. Ef sú framþróun sem stjórnvöld vilja að hér sé einn markaður án aðgreiningar, þá mikilvægt að það sé öllum ljóst, svo að markaðsaðilar geti unnið í átt að þeirri framtíðarsýn. Það líka mikilvægt að öllum sé ljóst. Á slíkum markaði raforkuöryggi almennra notenda einungis tryggt ef þeir borga hæsta verðið alltaf. Og ef þeir bjóða ekki hæsta verðið, þá fá þeir ekki orkuna. Það felur óhjákvæmilega í sér verðsveiflur og samkeppni við stórnotendur og mögulegt að stjórnvöld þurfi þá að huga niðurgreiðslukerfi að evrópskri fyrirmynd samhliða þróun raforkumarkaðar í þá átt. Því margar þjóðir í kringum okkur hafa kosið að fara þá leið. Það þýðir ekki að þær þjóðir séu sáttar með niðurstöður raforkumarkaðar. Í raun þvert á móti, við sjáum umtalsverðar aðgerðir til að reyna að laga niðurstöður raforkumarkaðar eftir á.
Við þurfum ekki að leita lengra en bara til Noregs. Þar sem raforkumarkaði hefur mistekist að uppfylla raforkuöryggi. Notendur hafa ekki haft aðgang að raforku á viðráðanlegu verði. Þá verður raforkumarkaðurinn að fréttaefni, hann verður á pólitísku viðfangsefni og hann verður á kosningamáli. Svo í dag eru Norðmenn byrjaðir að niðurgreiða raforkuverð til heimila. Og þessar niðurgreiðslur á raforkuverði til heimila, það er bætast við niðurgreiðslur á raforkuverði til iðnaðar sem voru þegar til staðar. Svo í dag er norska ríkið að niðurgreiða 2/3 af allri raforkunotkun í Noregi. Ásamt því að niðurgreiða nýja raforkuframleiðslu, eins og við sjáum í mörgum öðrum ríkjum í Evrópu. Við sjáum sambærilega umræðu fara af stað í Frakklandi núna raforkuverð heimila og við höfum séð umtalsverðar aðgerðir Evrópusambandsins. Bæði að niðurgreiða raforkuframleiðslu, niðurgreiða raforkuverð til iðnaðar, jafnvel bara setja á tolla til að vernda iðnað í sambandinu sem býr við hátt raforkuverð. Allt af því að raforkumarkaði hefur mistekist að skila samfélagslega ásættanlegri niðurstöðu. Þá þurfa stjórnmálamenn að reyna að lagfæra niðurstöðuna eftir á. Við höfum forðast þetta hingað til á Íslandi, við getum forðast þetta áfram ef við viljum. Við þurfum að vera meðvituð hvernig kerfið okkar virkar þegar við ákveðum hvernig raforkumarkaðurinn skal þróast héðan í frá. Við erum einangrað kerfi með endurnýjanlega framleiðslu sem er breytileg milli ára, eins og Þóra nefndi. Stórnotendur eru stærri hluti af raforkukerfinu hér en víða annars staðar. Allt þetta þýðir að við þurfum að haga okkur á annan hátt en margar þjóðir sem við berum okkur saman við. Við þurfum að tryggja raforkumarkaðurinn, styðji við okkar markmið, tryggi raforkuöryggi almennings og viðhaldi samkeppnishæfni stórnotenda. Sama hvað, þá þurfa stjórnvöld að taka ákvörðun. Því lestin mun halda áfram, lögin og reglurnar þurfa að fylgja með og við verðum að vita hvert við ætlum að stefna. Eins og Þóra nefndi, þá erum við með smá svigrúm til að taka ákvörðunum núna. Það er slaki í raforkukerfinu, en áskorunirnar munu koma aftur. Náttúran verður ekki jafn hliðhollu í ár, eftirspurnin mun verða meira en í ár. Þá þurfum við að vera með lög og reglur sem eru í lagi og raforkumarkað sem virkar. Og grundvallar spurningarnar sem stjórnvöld þurfa að svara í dag og fylgja þeim svörum eftir með viðeigandi breytingum og lögum og reglum, áhagsbeðandi að fá orkuna á Íslandi, alltaf. Eiga heimili og stórnotendur að keppa raforku. Takk fyrir.